Jæja, góðan daginn, komið sæl. Velkomin á enn einn hádegisfyrirlestur félagsbóklegaræðinga og námsbrautar í Háskóla Íslands og Samsins. Í dag ætlar Sólrún Inga Traustadóttir að segja okkur frá Austurhöfninni í Reykjavík og rannsókninni sem fór þar fram í fyrra kjörstjórnum. Já, komið sæl. Eins og Orri sagði þá ætlum að fjalla hafnarminjarnar sem við grófum upp síðasta sumar austan megin við Tollhúsið í Reykjavík á staðnum þar sem gamla Austurhöfnin eða Austurbakki var. Saga þessa svæðis margbrotin og mikilvæg, bæði hvað varðar gerð Reykjavíkurhafnar á 20. öld, fyrri hluta 20. aldar og einnig hvað varðar starfsemina sem fór fram á svæðinu í gegnum aldirnar. Uppgröftur hófst 13. maí og lauk svona mestu leyti 17. júlí. Við uppgröftin komum í ljós minjar frá 19. og 20. öld sem voru nú þegar þekktar frá ríkjum heimildum, ljósmyndum og kortum og þar voru meðal annars yngri minjar sem voru þá steyptir grunnar og steyptar plötur frá seinni hluta frá 1970 eitthvað svoleiðis. En svo voru auðvitað eldri minjarnar voru þá hafnargarðarnir, leifar á grunnum íshús og pakkhús. Á svæðinu hafa farið fram fornleifarannsóknir áður á hluta svæðisins. Ég þykist að sjá þetta kannski nógur. Hérna það var 2006-2007 frá Fornleifastofnun Íslands bóluverk, pakkhús og húsagrunna fjallara frá sama tímabili. En uppbyggingarsvæðið framkvæmdasvæðið afmarkast af þessum rauðu línum sem sjáið á kortinu. Hér svo annað kort af svona aðeins nær af því svæði þar sem að minjarnar, helstu minjarnar voru. Það var í rauninni nær þá Lækjagötunni og hérna nyrst á kortinu þá hafnargarðurinn. Áður kannski ég ætla að fjalla ítarlega þessi mannvirki sem við grófum upp, þá langar mig aðeins að rifja upp sögulegar heimildir sem segja frá hafnargerðinni og aðdraganda þess að höfnin var byggð í Reykjavík. Menn hefðu kannski lengi togast á það hvort ætti að byggja höfn í Reykjavík í kaupstaðnum, en það verk þótti kostnaðarsamt og flókið. Bæjarbryggjan, eða Steinbryggjan, var byggð árið 1884 en þá hafði almenningur meðal annars kvartað undan því að væri engin bryggja fyrir almenning og þau þurftu alltaf að leigja í rauninni afnota bryggjum kaupmannanna á svæðinu. En kaupmennir voru líka svöruðu þá tilbaka að þeir þurfa að halda við bryggjónum sínum og þess vegna vildu þeir að almenningur myndi greiða gjald eða væru að nota bryggjurnar. En það var eitt sunnudagskvöld í febrúar 1910 og skall á óveður sem var til þess að skútur eyðilögðust sem lágu á hafnarleifunni. Þær höfðu kastast til og bara rekið upp í fjöru ásamt því að nokkur skip skemmdust mikið. Dagblað Ísafold fjallaði óveðrið og endaði umfjöllun á orðunum: "Það dýr skattur og tilfinningalegur sem borga þarf fyrir hafnleysið hér í höfuðstaðnum." Þannig eftir þetta ofsaveður þótti mönnum kannski orðið ljóst að hafnargerð væri nauðsynleg, þó svo ekki væri kannski vitað hvernig ætti að standa að henni. Það var þó tekið ákvörðun að ráðast í verkið, en töluverðar kannski deilur sköpuðust varðandi útboð á hafnarframkvæmdinni. En ég ætla nú ekki að rekja þær hér í dag, en að lokum var það árið 1913 hófst hafnargerðin undir stjórn Danans Niels Christiansens Monberg. Já, verkefninu fylgdu mikil tól og tæki eins og þið kannski vitið, en það var fluttir inn
meðal annars 2 gufuknúnir lyftikranar, 2 eimreiðar, lestateinar og vagnar sem að fluttu grjót og jarðveg frá Skólavörðuholti og Öskjuhlíð við gerð hafnarinnar sem að tók 4 ár að ljúka. Hér uppdráttur Mónbergs frá 1918 af höfninni þar sem hún tilbúin og þar sjáið þið garðana, Ingólfsgarð, Norðurgarð og Grandagarð og uppgraftarsvæðið okkar sem sagt hér í rauninni sem að helstu minningar voru. Og hérna sjáið þið bryggjur kaupmannanna sem að liggja hérna út. Hér hafnargarðurinn 1926 á þessum ljósmyndum. Þið hvort þið sjáu þetta kannski ekki náður, en hann svona hérna. Og svo hér á hafnargarðurinn og þetta í rauninni, má segja bara það sem að minningar kom í ljós í fyrra. Það voru minningar þessu svæði hér og þá hafnargarðurinn. Hafnargarðurinn var síðan færður fram þarna 1928 og þessar ljósmyndir sýna vel þá framkvæmd og það sést líka kannski að það komin aðeins meiri flái á Hafnargarðinn heldur en var áður. Hann svona aðeins, allavega virkar svona aðeins brattari þarna. En já, eins og ég segi, þá komu leifar garðsins í ljós við uppgröftinn og hann hlaðinn úr stórgrýti og svo var ein steinaröð efst sem var tilhoggin. En upphaflega þá voru í rauninni 3 raðir, þið sjáu þarna á gömlu myndinni þarna. Hún tekin 27. maí 1929 við vígslu fyrsta björgunarbáts Íslendinga. Þannig að þar sést að það eru þarna 3 límdar og tilhognar grjóthleðslur efst. En hann var rofinn á 3 stöðum vegna bara lagna. Það voru steypulagnir sem að komu út úr honum á 3 stöðum. Það sést svona kannski allt í lagi á svona mynd, það sést þarna sjá brotin í veggnum hérna. En já, hann var þá mjög vel varðveittur undir þessari landfyllingu sem var sett þarna 1939. Hann var 90 metrar á lengd og 4 metrar á hæð. Svo sést kannski ágætlega þarna þar sem að ég hangi þarna í keðjunni. En svo voru líka pínu skemmtilegt að finna þarna flöskur inn á milli í Hafnargarðinum. Og þarna sjáu þið eina, það var ennþá vökvi í þessari. En ég held að það hafi verið alls 2 eða 3 minnir mig fastar þarna, bara inn í Hafnargarðinum. Hann var einn sem kom á uppgraftarsvæðið og sagði sögu frá afa sínum sem að kom oft á höfnina og bara að drekka með félögum sínum. Þannig að ég var svona aðeins að djóka með það hvort þetta væri kannski flaskan hans í veggnum. En garðurinn var raskaður næst tollhúsinu, vestasta svæðinu, vegna bara framkvæmda á 20. öld. En á sama tíma og við vorum að grafa upp þennan garð, þá náttúrulega kom í ljós, kannski þess að þið munið, annar hluti garðsins við Tryggvagötu, við hliðina á Borgarbókasafni, en þar var Fornleifastofnun Íslands með eftirlit á þeim framkvæmdum og þar fundust að mig minni 3 skipsskrúfur. Já. Þannig að en þær voru þá hluti af miðbakka. Svo gekk þvergarður út frá þessum garði þarna við austurendan undir Geirsgötuna
og þar stóð sem sagt verkamannaskýlið svokallað sem var byggt árið 1923. En efst í garðinum þá voru leifar af Simpsonbryggju sem þá var í eigu kaupmannsins Simpson með setu, þeir voru nú hana tveir, en kem á því aftur síðar. Einnig voru áfastar keðjur, eins og við sjáum þarna, eða landfestar fyrir skip og þær voru held ég alls 3 talsins. Einnig fundum við leifar íshús eins og þú sagði, en það var byggt árið 1894 þegar að íshúsfélag við Faxaflóa var stofnað, en þar var ís til sölu og síld fryst til beitu. Ísinn var að mestu sóttur í tjörnina, en húsið á baki nokkur byggingarskeið og við svona grófum upp hluta þess. Þar voru ekki alveg heilar þær minjar, en þar voru frá ýmsum tímabilum. Og kannski má á myndinni frá 1937 þá það er svona viðbygging þar sem eru skúrar og þar voru geymslur. Það var fyrst saltgeymsla og síðar slátrunarskúr og það var búið að steypa þá í rauninni gólf og veggi, en annars var talað að það væri í rauninni ekki gólf í húsinu á öllum stöðum. En þetta var svona eini staðurinn kannski þar sem við fundum einhver svona jarðlög in situ eða á sínum upprunalega stað, og það voru steinkólalög sem voru akkurat þarna þar sem skúrarnir voru. Þannig að við höldum að þarna hafi nú einhvern tíma verið þá geymt steinkólin. En annars, eins og þau kannski vitið, þá bara eru jarðlögin þarna bara landfylling með gróf möl og þannig að það var svona pínu skemmtilegt að fá einhver jarðlög allavega þarna á þessum stað. Íshúsið var alltaf þekkt sem Norðdals íshús eftir framkvæmdastjórann Jóhannesi Norðdal, og þarna var síðan rekin kjötbúð í Reykjavík og var held ég bara eina fyrstu kjötbúðum í Reykjavík. Þorsteinn Erlingsson skáld var viðskiptamaður íshússins og góður vinur framkvæmdastjórans og sendi honum einu sinni vísu: ætlar að muna eftir mér einhver tíma kæri, ef að ganga af hjá þér, ung og falleg læri. En fyrir framan íshúsið var bólverk sem við grófum upp líka, það eldri hafnagarður frá síðustu áratugum 19. aldar. Ég ekki með alveg nákvæma aldursgreiningu á þessu. Þetta mikið ártöl. Þetta svona fyrst skipti sem að ég sem fornleifafræðingur mikið að spá í ártölum og þetta kannski bara aldursgreina alveg minjarnar bara út frá rituðum heimildum og náttúrulega ljósmyndunum sem eru ómetanlegar. En bólverkið inn á korti frá 1881, en það hins vegar ekki komið 1864 þegar að pakkhús og bryggja eru gerð af Simpson. Það þessi mynd þarna 1867 þarna efst til hægri. Þá eru pakkhúsin 2 þarna saman næst okkur og bryggjan liggur þarna út. En aftur af bólverkinu, eða eldri hafnagarði, það var mjög vel varðveitt undir landfyllingunni, rúmir 40 metrar á lengd og 3 metrar á hæð. Ólíkt yngri garðinum þá eru bara allir steinarnir tilhognir eins og sést og eru ríflega 1000 steinar. En myndin, þessi
Við sjáum þarna á gömlu myndinni þá bólverkið ísi lagt og kaupmannsbryggjurnar liggja þarna út. Þetta frá 1897 til 98. Og svo á vesturenda bólverksins voru leifar, bryggjuleifar, þið sjáum þetta á myndinni efst í hægra horninu. Og þetta eru leifar Bryggju Siemsen með S-i, en hann var kaupmaður og hann lét sig satt byggja bryggjuna árið 1864 ásamt pakkhúsi sem var staðsett beint fyrir framan bryggjuna. Og það sést hér. Við uppgröftin komu í ljós bara rétt svo helmingur á grunni eins íshússins sem þau voru síðar 2 eins og sést þarna á gamla myndinni en hlutinn hafði þegar verið grafinn upp á árum 2006 og 2007 af Fornleifastofnun en töluvert af þakflísum eins og við sjáum þarna gripamyndin þarna fyrir miðju. Þetta þakflís sem fannst, ein af mörgum sem fannst við uppgröftin og það svona gaman að geta tengt það við þessa ljósmynd þarna lengst til vinstri sem sýnir veggi pakkhússins þakta þessum skífum. Svo hérna loftmynd frá Páli Heimi Pálssyni sem sýnir bara grunnana í rauninni. Ég ætla bara að þessa. Hérna þessi bólverkið og hérna Bryggja Siemsen og hérna eru undirstöður af pakkhúsinu sem var hér og svo eru undirstöður íshússins hérna ásamt 4 steiktum stokkum sem hafa sennilega verið svona kæliklefar í síðari tíma notkun á íshúsinu. Páll, hann gerði líka þrívíðarlíkön fyrir okkur út frá ljósmyndun. Eins og ég talaði þá voru enn yngri minjar á svæðinu. Þetta eru þær, efri myndin Esso bensínstöð sem var þarna mun síðar og sennilega ein af yngstu minjunum á svæðinu og svo þarna sennilega kjallari af húsi Siemsen í Hafnarstrætinu. En ég held að þetta geti nú verið svolítið skemmtilegt að nota svona þrívíðarlíkön svona í miðlun og á rannsóknunum í framtíðinni, en þetta frekar kannski bara auðvelt fyrir þá sem kunna verkið sko, þannig að og tekur ekki langan tíma. Einnig fengum við Håkan Thurén frá Þjóðminjasafni í Svíþjóð til að skanna fyrir okkur hafnagarðana og í rauninni skanna hann í rauninni uppgrafta svæðið. Mér langar að sýna ykkur bara eldsnöggt. Skal bara byrja með þessu. Þess að sýna ykkur hvað kom út úr því. En þá lítur þetta svona út þegar búið að taka ljósmyndir og hnitsetja minjarnar. Þetta sérst bara hluti af hafnagarðinum sem hann búinn að skanna. Og svo hægt að hreyfa þetta en auðvitað aðeins að leika sér með þetta. En bara sýna ykkur hina myndina.
Þannig ég get á þetta. Og svo hægt að fara því sé alveg að og skoða. Þetta lítur svona pínu út eins og tölvuleikur. En það er nú ekki alveg fullunnið ennþá. En aftur að fyrirlestrinum. Já, þegar að svona allri ljósmyndun, skráningu, þrívíddarskönnun vettvangsvinnu var lokið miðjan júlí og allar minjar verið fjarlægðar fyrir utan hafnargarðana 2 sem voru látnir standa, en fyrirhugað var að friðlýsa þann yngri sem Minjastofnun Íslands og settur forsætisráðherra gerðu síðar haustið. Það má segja að þetta ferli náttúrulega setti á stað núning milli fyrrverandi forsætisráðherra og núverandi borgarstjóra. En ég hef nú kannski aldrei upplifað svona mikla pólitík í uppgræsti áður, en ég kannski á ekki heldur langan feril og er fyrsta skipti uppgræstastjóri á svona miklu verki þarna í miðri Reykjavíkurborg. En það er kannski ekki mikill tími til að fara í saumana á þessu öll saman í dag, en vonandi gefst tækifæri til þess síðar. Aftur af friðlýsingunni, árið 2012 voru öll gömlu hafnarmannvirkin sem voru sýnileg friðlýst. Þar á meðal Norðurgarður, Ægisgarður og Ingólfsgarður. Og í rökstuðningi Minjastofnunar friðlýsingu á þessum garði segir meðal annars þetta: hafnargerðin í Reykjavík á árunum 1913–17 var á sínum tíma stærsta verklega framkvæmd sem ráðist hafði verið í hér á landi. 2 eimreiðar voru meðal annars fluttar til landsins til að flytja jarðefni úr Öskjuhlíð og Skólavörðuholti. Vegna seinni tíma uppfyllinga hefur lítið varðveist af sýnilegum ummerkjum þessa merku framkvæmd. Garðurinn er gerður á hagleik og ber verkkunnáttu og stórhug Reykvíkinga síns tíma gott vitni. Garðurinn er tilkominn mikið á fallegt mannvirki, vitnisburður samgöngusögu og þróun Reykjavíkur á svæði þar sem flestar fyrri tíðar minjar eru horfnar. Eins og sést þá hefur gamla Austurhöfnin tekið talsverðum breytingum í gegnum tíðina og á eftir að mótast enn frekar á komandi árum. Garðarnir verða þá endurreistir innan nútíma mannvirki á svæðinu og munu þá standa sem stæðilegi minnisvarðar þessa mikilvægu framkvæmd í sögu Reykjavíkurborgar, og allra þeirra er komið að verkefninu og tóku þátt í athafnalífinu við gömlu höfnina. Þá ætla ég ekki að halda lengra sinni. Takk fyrir. Spurningar? Og ég spyrja? Já, og spyrja. Ef hún er ekki oferfið. Já, ég langar bara að spyrja, hvaða lærdóma telur þú að þetta draga af þessu máli öllu saman? Já. Fyrir okkur fornleifafræðinga. Já, það er svona kannski, eins og ég sagði, þá var þetta mikil svona svolítið húlum hæ áður en að bara rannsókninni lauk í rauninni. Ég myndi kannski segja bara að það sé mikilvægt að allir hagsmunaaðilar sem koma að, bæði framkvæmdaraðilar, minjavarslan, fornleifafræðingar, jafnvel bara almenningur, Reykjavíkurborg, allir sitji bara við sama borð og vinni að góðri niðurstöðu í málinu sem allir eru ánægðir með. Svara þetta spurningunni. Í framhaldinu þá séum við kannski ekki með mikla reynslu og það finnst þetta að vera lærdómsríkt og þessi bók eitthvað deila. Kannski með einu spurningu til Lára, getur þú þá
það er eins og mikil að þetta er svona eitthvað samhengi, eitthvað sambærilegt sem að skilur fornleifum hjá þínu? Nei, ekki beint sko. Það er klárlega ekkert sko, alveg sambærilegt við þetta. Fornleifarannsóknir hafa svo sem oft komist í fjölmiðla og verið deilt hvað því að gera við minjar sem hafa komið í ljós og náttúrulega sérstaklega í miðbæ Reykjavíkur, oftar einu sinni. En þetta trompar nú held ég allt sko, sem ég man eftir, allavega á síðustu 30 árum. Og kannski er líka áhugavert að því leyti að þarna svona reynir svolítið mikið á skilgreiningar einmitt bara á því hvað eru fornleifar og umræðan þennan Hafnargarð snerist kannski í raun og veru það svona fyrir í fjölmiðlum og fyrir almenning. Er þetta raun og veru fornleifar? Og þá fer það koma bæði þá hver hinn lagalega skilgreining á því og síðan svona hinn inntakslega skilgreining á því hvað skiptir máli í því að og í varðveislu á sögulega umhverfi og þetta tengist síðan þá líka umræðum, almennir umræðum skipulagsmál í miðbæ borgarinnar á svolítið annan hátt heldur umræðan skálanir í Aðalstræti á sínum tíma þar sem enginn vafi leikur á að það séu fornleifar og enginn svo sem kennt því fram að það væri sjálfsögðu ómerkilegar en það var kannski tekist á það hvort að þetta mókaði með bundu eða varðveita. Þannig að þetta er því til ólíkt og þess vegna merkilegt og lærdómsríkt held ég hvernig þetta var fram. Mér langar aðeins að bæta kannski við, já, það er kannski spurning. Okay. Ég ætla bara að segja að í rauninni þvældist það svolítið fyrir þessu máli að garðurinn var ekki formlegur í lagalegum skilningi. Það er ekki vandamál. En það er það sem að mig langar... Það er vandamál sem bara mikilvægt þátt í sögu Reykjavíkur. Mér finnst kannski einmitt að meta gildi fornleifa út frá aldri kannski ekki alltaf ganga upp og sérstaklega í þessu tilviki hvort að garðurinn var færður þessa 7 metra fram til að stækka Tryggvagötuna árið 1928 en var samt hluti af hafnarframkvæmdinni. Það er náttúrulega eins og segir, þetta var náttúrulega skapaði kannski vandamál aldurinn en ég held að bara gildi sé í rauninni þessari sögu sem að er bara þarna og bara ef við hugsum menningararf fornleifar, menningararfur, ég meina þannig að ég held að þetta veri bara Svo er líka að þvæla húsum á milli landshluta og þau erfarsögu húsum. Já, akkurat. En þetta er líka svolítið svona praktískt fólk hugsar þetta í svona að því að náttúrulega fornleifar eru áþreifanlegar og að það sé búið að færa hana þá er hann ekki lengur þá er hann búinn að missa gildi sitt sem hluti af hafnarframkvæmdinni. Það er náttúrulega fyrir mér finnst það bara alveg fráleit hugsun að hugsa það, þannig að, já. En snýst þetta ekki svolítið, að hvernig náttúrulega, getur verið að þetta sé ekki hús, það skipt máli. Þetta er ekki hús, af því að það er ekki eitthvað sem fólk á auðveldur að maður tengja við á húsi mikilvæg, ég held að það sé búin að kenna fólki það, en svo kannski annars konar mannverki er einhvern veginn ekki alveg ennþá alltaf komið inn að það sé algjörlega. Jafn mikilvægt og svo kannski líka já, en sýnir að við þurfum kannski að vera betri í að miðla, þú veist, eins og nefndir að fornleifar eru ekki bara merkilegar af því að þeir eru gamlar. Þetta er að segja okkur eitthvað samfélagi. Og kannski er okkur ekki alltaf alveg að takast það, við leggjum alltaf rosalega mikla áherslu á aldurinn, sko. Þá kannski fellar hinn atriðin sem gera hluti mikilvæg starfsfólki. Það er áhugavert þú segir þetta með húsina þegar ég bara, ef við hugsum líka bara Vestmannaeyjar og allt sem að gerist náttúrulega þar. Að þó svo það sé ungt árum þá er þetta náttúrulega samt gert mikið úr því og auðvitað af því að þetta er bara svo rosalegir atburðir sem áttu sér stað þar. Þannig að þetta er svona, já, hefur mikið sögulegt gildi fyrir gömlu höfnina og Reykjavíkurborg. Og þannig að já. Acá hay un video que se
spurði þig eitthvað, ég þekki ekki til þess að málni að bara sá fylgst með þessi fjölmiðlum Já. líka þessi sjálfur. Það sem ég var svo skrítið að það var eins og þetta kæmi allt svo mikið á óvart. Þó að allt þetta, þessar minni voru verið tektar og heimildir, það er myndir til að þeim og fyrir rannsóknum. Já. En samt, þegar allt þetta mál fyrir að stað og pólitík kemur inn þá verður eins og þessi eftir á. Þá fara það, já, hvað er að gera við þetta? Það var eins og, það höfði svona fyrir mér eins og hefði við þetta plan fyrirfram. Já, við höfum að standa með þessi garður og það var kannski afriðfram, eða hafi einhverja hugmyndir hvað það var að gera þegar þetta fór svo framkvæmda aðurinn en rosalega óafverið til þannig. Já, ég veit nú ekki alveg. Má kommenta á það. Ég leiknaði þessu ekki gott að ræða, ég bara veit ekki hvort það er hugsaði að fá því að ræða eða stýri ásagt, nei, þessi garður hefur ekki ræða. En það fannst ekki ímið gerst í stöðu. Hvað segirðu? Ég náði þessu ekki. Hefði það ekki getað gerst í þessari umræðu? Já. Fornleifafræðin hefði stigið fram og sagt, nei, þessi hleðsla, þessi hafnargamli hefur ekki verndargildi. Ég held bara... Það er eitthvað á 100 milljónum. Já, það er nú bara ekki alveg, það er nú bara svona frétta, já. Og einhvers veginn spurningi, ég held að þetta var réttmætt spurning alltaf. Já. Og ég held kannski að hluti af svona vandræðaganginum í kringum þetta var að svörin voru ekki alveg nógu skýr. Og eitt þetta með svona tæknilega mál með aldurinn og hvað er þetta mannvirkið þetta hluta einhverju stærri heild og eitthvað þess. En ég held líka kannski sko að við höfum tilhneigingu til þess fornleifafræðingar að bara svona að sko vilja þetta bara alltaf varðveita allt og lítum alltaf á þess að pínlítið ósigur gæstlík sem það þarf að fela í eitthvað. En auðvitað þarf það ekki til að vera. Og ég held að eitt í þessu sé kannski sko að okkur er eins og takt að reyna að rökstyðja gildi leyfanna út frá sko þekkingu og sögunni, sögulegu gildi, þekkingum, söguna, varðveita hana. En í þessu tilfelli finnst mér alveg augljóst að bara mannvirki sjálft hefur gildi sem fyrirbæri, það er bara fallegt. Og við ættum að vera óhrædd við að taka líka þann pólinn í hæðina. Þetta er bara veðmæti og það þarf að minnst að fara einhvers konar upplýst umræða það áður en ákveða að fjarlægja þau bara því að það var möguleiki á því að varðveita þetta og nýta það í hönnuninni á þessu svæði og slíkir möguleikar eru annars staðar, það eru ennþá leyfa að þessum sömu börðum undir fyllingum og þetta er eitthvað sem mann mætti hugsa um. Þetta er eitthvað svona, þetta er svona eitthvað meira svona tilfinningalegt og aðeins óræðara að þá erum við erum ekki alltaf nógu kraftmikil finnst mér í því að nota bara svona rök sem eru eins og raun og veru kannski sterkustu rök. Svo kemur þetta alltaf að þessu vandamáli, hversu seint fornleifar koma inn í. Já, það má alveg, þú veist. Það er líka út í grafan til þessu, það væri ekki mikil kostnaður sem fær í þetta. Ég er ekki sammála þessu vegna þess að það er náttúrulega líka fyrir skipulag í sveitarfélaginu Reykjavík. Þannig að sko skipulagið verið gegnum matsferli ég get ekki séð það að fornleifafræðingar séu seint á ferðinni. Nei, það er málið að skipulagið á í rauninni ef þetta væri rétt gert þá ætti skipulagið að koma eftir að fornleifarannsóknirnar hafa fram fornleifaskráningum og það væri tekið tillit til minna í skipulagið. Þetta er oftast öfugt. En ég held að það hafi bara komið kannski mest á óvart framkvæmdaraðilum að það var ákveðið að friða garðinn í heild sinni. Það er náttúrulega það sem þeir vildu náttúrulega ekki út af bara náttúrulega kostnaði og öðru sko, ég meina það er, en það er náttúrulega bara, en eins og þú segir, ég meina þetta er náttúrulega stærsta mannvirki sem ég hef grafið upp sko, þannig að og bara ótrúlegt að standa þarna í flæðmálinu gamla sko og bara rosalega flottur, þannig að tek undir með orðum. Ég er bara að taka undir það sem Orri var að segja samt að við sko að meta minni
á staðnum. Og það mjög mikilvægt að við erum fagaðilar í fornleifafræði, en þú veist, svo getur einmitt arkitektar eða bara almenningur haft aðra skoðanir en við. Þetta er einhvern veginn að miðla þessu, það er ekki fornleifafræðingar endilega alltaf ákveða hvernig hlutir hvað er gert, sko. Það er þessi mikilvægt. En við hefum kannski ekki verið náttúrulega duglegir, einhverjum vilja almenning til dæmis í þessa ákvörðun, sko. Ég held að, þú veist, ég er alveg samanlega að segja, þetta er rosalega flott mannvirki, þetta er mjög stórt og tilkomumikið. Og einmitt, þú veist, kannski góðlega til að minna fólk á hvað Reykjavík hefur breyst ótrúlega mikið með þessum landfyllingum og svoleiðis. Það er mjög margir sem átti sig ekkert á því að, þú veist, hvað strandlengjan hefur breyst ótrúlega mikið. Þannig ég held að, þú veist, þessi láta færa mjög sterk rök fyrir því að garðurinn hafi mikið varðveislugildi, bæði sem sögulega, fornleifafræðilega, fagurfræðilega og sem í raun og veru tæki til að mennta fólk fortíðina. Þannig að, þú veist, ég held að sé, þú veist, það er ekki bara fornleifafræðileg rök sem það skipta máli í þessu ferli, sko. En þetta sýnir þetta margir hvað er óöflegt þegar að pólitíkin fer svo ótrúlega mikið inn í þetta, þá verður allt bara svo erfitt einhvern veginn. Í staðan fyrir þetta sem þetta geta meira á faglegum grundvelli og þá í sátt við sem flesta aðila. Er það ekki líkilvægt að sé á sama stað, þannig að sjáum hvernig borgin hafi stækkað og hvernig hafi uppnúðað? Já, það er náttúrulega eitt af rökstuðningum, það er að þetta sýni ennþá gömlu hvernig bara lega landsins var eða lega Reykjavíkurborgar var. Og það er náttúrulega aðeins búið að breyta henni núna, sko. Og það sést náttúrulega hann er þannig að það var náttúrulega eitt af rökstuðningu og ég veit eins og bara í borgum erlendis þá er oftast reynt að halda á gömlu bæjarmyndinni eins og gömlu göturnar lágu, það er ekki mikið verið að breyta þeim og færa þær til einhverjar 20-30 gráður eða svoleiðis. Þannig að þetta er náttúrulega líka sýnir bara hvernig borgin var á þessum tíma. Og hann verður vissulega gerður sýnilegur þannig. Hefur þú séð útfærslum þar? Nei, þær eru búin að taka breytingum. Upphaflega þá ætluðu þeir að setja þetta, segja sögu hafnarinnar áður en að við byrjuðum að vinna þarna, sko. Þannig að þeir voru alltaf með eitthvað í huga. En ég man bara ekki alveg nákvæmlega hvernig síðustu útfærslur eru. Ég held að sé kannski bara ennþá verið að vinna í þeim. En það voru ýmsar skemmtilegar útfærslur allavega, veit ég. En auðvitað kemur þetta, hann lendir náttúrulega í kjallaranum að mestu. En verður svo gerður sýnilegur upp á yfirborðinu. Þú veist, þannig að þú ert að labba göngugötuna, þá labbar í rauninni á garðinum líka, sko. Þannig að það var einhvern veginn svoleiðis útfærsla, bæði í kjallaranum og svo upp á yfirborðinu, í göngugötunum og inn í verslununum eða svoleiðis. Og jafnvel var talað að hafa einhvern smá skikar sem að segir sögu hafnarinnar bara með einhverjum svona miðlunar útfærslum. Það er, Það er ekki fleiri spurningar, þá bara takk fyrir kærlega fyrir okkur í dag. Já, takk fyrir mig.